Rebounder on the team who had a record 20 the last time we were here, Rodney Robinson. Rodney's number 42. Allir körfuboltaáhugamenn þekkja þennan leikmann Rodney Robinson úr hinu sigursæla liði Njarðvíkur. Rodney er rétt að verða 28 ára gamall og hann kemur frá Chicago í Bandaríkjunum, er úr stórri fjölskyldu en bræður hans eru 5 og hann á 2 systur. Rodney sem lék hornabolta og fótbolta sem strákur byrjaði ekki í körfuboltanum fyrr en hann var 17 ára. Hann fór í Wright State háskólann og lék með skólanum og stóð sig vel. Eða allt þar til hann meiddist illa í leik með háskólaliði sínu. Rodney fór ekki strax í aðgerð, heldur hélt áfram og síðar kom í ljós að meiðslin voru alvarleg. Rodney sem var með frákasta hæstu leikmunum háskólaboltans varð að fara í aðgerð og það var til þess að möguleikar hans á að komast áfram í Bandaríkjunum runnu út í sandinn. Rodney ákvað að skipta umhverfi og hann kom til Íslands fyrir það bil 5 árum, en hvernig leist honum á? Well, even coming off knee surgery, I didn't think Iceland was I thought it would be easy, I thought I would come dominate, but it wasn't to be. Did it surprise you, the strength of the Icelandic basketball? Yeah, I mean, my first couple of games, I wasn't any good. There was talk about sending me home, so it was, that kind of woke me up, because I came over here taking it kind of easy, thinking that I can just go out there and just don't have to play hard, but that changed quickly. Rodney hefur leikið 5 leiktímabil hér á landi, öll með liði Njarðvíkur. Hann hefur því haft gott tækifæri á að fylgjast með íslenskum körfubolta. En hvernig hefur hann þróast á þeim tíma? Oh, it's getting a lot better, The Icelandic players, they're a lot better. My first years here, you only had a couple of standouts, that was good. Vala was tearing up the league then. But now each team has 5-6 good Icelandic players to go within a foreigner, so it came a long ways. Why do you think it's growing so fast? I think because of the NBA on TV over here and the quality of Americans, of foreigners that comes over here and play, that picks it up a lot. Rodney segist hafa mikinn áhuga á líkamsrækt og tónlist og fyrir skömmu söng hann inn á hljómplötu með hljómsveitinni Ekin, þar sem hann rappar af mikilli snilld. En hann hefur fleiri áhugamál. I like to play chess, I play every once in, I play, a lot. I play Yoi, he beats me all the time. That's why he likes playing me all the time, because he knows he can beat me. So I play chess. Over here I just play chess, but back home I just, I play tennis and, just any sport. Leikferill körfuboltamann ekki langur og þá vaknar spurningin hvað gera með þá. Rodney veit hvað hann vill, hann langar að vera lögregluþjónn, en hvers vegna? I mean, it interests me, just to go around protecting people, because Chicago's sort of a bad city, it just interests me. No one can figure out why, but it's just something I want to do. No one in the family who's a policeman? My mother hates the idea. Oh, she doesn't like it? Why? She says it's too dangerous, so. I mean, any job can be dangerous, so it's just something I want to do. Það eru margir erlendi leikmenn sem hafa komið til landsins og þeir hafa stoppað mislengi við. Rodney hefur staðið sig mjög vel allan þann tíma sem hann hefur verið hér á landi. Valur Ingimundarson hefur bæði leikið með honum og þjálfað hann. Hvernig persónuleiki er Rodney Robinson? Hann má segja hans alveg einstakur persónuleiki. Hann er mjög vel gefinn og lætur fara lítið fyrir sér. Og hann vill hafa allt í röð og reglu og líka hlutinir best þannig. Mjög auðvelt fyrir þjálfara að þjálfa hann. Hann er eins og segir, bara einstakur allan hátt. Frá því hann kom fyrst, sérðu breytingar á honum sem leikmanni? Já, ég náttúrulega var ekki að spila með honum fyrst árin. Jú, ég sé mjög mikið, sérstaklega mun á kraftinum í honum. Hann náttúrulega verið miklu þreknari og sterkari. En hann hefði alveg sömu baráttu og allt það, sko. Kostir og gallar? Já, gallarnir náttúrulega er alveg augljóslega víti. Og hann er ekki með mjög góða boltameðferð og náttúrulega býr ekki við langskútum. En hann bjargar sér alveg með kraftinum undir körfu. Hann er með mikla snerpu og hann hefur ótrúlega góða tæmingu. Náttúrulega, og svo bara sem liðsmaður. Mjög mikla kostir sem liðsmaður. Hann er mjög góður í að gefa boltan á fría menn og taka frákost og allt, sko. Það er náttúrulega aðalega styrkurinn.
Já, Rondi einstakur í sinni röð, bæði sem félagi og leikmaður. Hann hefur átt 5 góð ár hér á Íslandi, í Njarðvík, ásamt öðrum, lagt grunninn að velgengni liðsins. Hvort sem hann verður áfram hjá Njarðvík eða ekki í vegi að spyrja hann hvað hann sjái þegar hann lítur tilbaka. Well, I see, I had the opportunity to play on a good team, you know. It ain't like I came to a losing team and made them a winner. When I came here, they was already a winner. I just, you know, added to that. You know, it's just looking back, you know, we won 3 Icelandic titles in 5 years, you know. Ef við gerum ráð fyrir hann hafi leikið sitt síðasta tímabil hérna, það mikil eftirsjá í honum. Já, ekkert síður sem sko persónu heldur en leikmanni sko. Og hérna hann kannski Rondi nummer 2 hjá honum leikmaðurinn sko. En hérna jú, ég held að það verði ofsalega erfitt að fá nýja mann og fólk verður stöðugt að líkja honum við hann sko. Og hérna ég myndi kannski ekki vilja verið sporin þess mann sem kemur eftir honum sko.